Þegar Vestmannaeyjar ber á góma trúlegt að einungis kaupstaðurinn á Heimaey komi upp í huga flestra. En þar með ekki öll sagan sögð því Vestmannaeyjar eru 15 talsins. Þessar eyjar eru ekki bara náttúruundur og stórkostleg heimkynni og grynni fugla, heldur hafa þær gegnum aldirnar verið forðabúr Vestmannaeyinga og í þeim stæstu þrífst bæði sérstætt og heillandi mannlíf á vorin og sumrin. Það byrja með eggjatöku miðjan maí en síðan tekur lundaveiðin við í byrjun júlí og stendur fram yfir miðjan ágúst. Okkar ferð heitið í eggjatöku í Bjarnarey sem 4. stærsta eyjan og liggur nærri beint austur af innsiglingunni í Vestmannaeyjahöfn. Bjarnarey 0,32 ferkílómetrar að flatarmáli og hæsti tindur hennar, Bunki, 164 metra yfir sjávarmáli. Eyjan sæbrött á allar hliðar, víða nánast þverhníft, en grasigróin að ofan. Ótrúlegu fjöldi lunda og annara svartfugla á sér heimkynni á eynni, en einnig fíll, rita og aðrar fuglategundir. Nú eru árlega tekin í Bjarnarey 3500 svartfugls og fílsegg og veiddir 13 til 15.000 lundar. Fyrr á árum voru þessar tölur margfalt hærri. Á hinum svokölluðu töðrum sem eru í senn hraðskreiðir og burðarmiklir gúmmíbátar tekur siglingin út í eyna ekki nema 5 til 10 mínútur í góðu veðri. Í Bjarnarey eru 3 uppgönguleiðir en það einkum 2 sem eru notaðar. Önnur í svokallaðri Hafnarbrekku austan á eynni og þar venjulega farið upp þegar óvanir eru á ferð. Hinn leiðin upp Hvannhillur norðan á Bjarnarey. Sú leið nokkru erfiðari en töluvert fljótfarnari og það einmitt þar sem við fórum upp að þessu sinni. Uppgönguleiðin brött og raunar þverhnípt á kafla en þar hafa menn kaðal sér til stuðnings. Og það fór vel á því að fyrsta lífveran sem tók á móti okkur var fíll á eggi. Á meðan við lásum okkur upp Hvannhillur voru vistir hífðar úr bátnum upp á svokallað ofangjafarnef ofan við þar sem heitir Matarkrókur norðan á Bjarnarey. Og við spilið stóðu Bjarnareyjarkóngurinn sjálfur, Hlöðver Jónsson eða Súlli eins og allir eyjamenn kalla hann. Á þessum sama stað eggjafengnum slakað niður í sókningsbátana svokölluðu, en lundakippunum hins vegar kastað fram af brúninni. Áður fyrr voru öll aðföng hífð upp með handafli, en nú hefur spilið létt mönnum róðurinn að þessu leyti, enda veitir mönnum ekki af öllum kröftum í bjargsig og veiðar. Komdu sæll, Súli. Já, heill og sæll, blessaður, velkomin aftur. Já, það er líka. Hvað ertu búin að vera lengi núna í þessari lotu? Við erum búin að vera núna út í 3 sólarhringa. Og náðu miklu? Já, alveg glás, miðað við fólksfjölda og aðstæður, það var mjög gott. Hvað eru búin að ná mörgum ekkjum? Já, við höfum ekki talið þetta nákvæmlega, það hátt í 2000 stykki. Hvað það svona miðað við, hvað takið þið yfirleitt hér á vestíðinni? Þetta mjög gott með það sem hefur verið undanfarin ár, en hérna meðan voru hörkulíð, 16 menn, að þá náðust hérna í 8-10.000 egg. Sóttu menn miklu harðar hérna áður fyrr, heldur þú? Já, þá var þetta lífsbjörg, nú þetta orðið nánast hobby og sport og menn þetta bara til þess að fá kraft í kroppinn og
fílinga náttúrunni og það mikið frekar heldur en að stunda fóstureyðingar. Já, en hérna á hverju byrjum við núna? Hvað fyrir Nú við að gera? eru að vísu náir fjallamenn sem býða okkur hérna næsta riti og við förum austur á Eyju og það er í Bjargsík. Það eru alvöru menn, en þeir eru ekki margir. Ef ekki að heilsa upp á þá? Einmitt. Og hvað hérna, við sígum við þá núna eða hvað? Einmitt. Hvernig viðrar ég það núna? Nú er ekki logn, þannig kosti? Jú, þetta er mjög gott veður, myndi ég segja. Það mætti vera lygnar en það er ekki mjög gott eða mikil sól, þá er óþægilega heitt niðri í bergi. Er hægt að finna logn þá allstaðar í nánast hvað átt sem er? Já, það er skjól hérna. Finna skjól eitthvað staðar? Það finna skjól en í rigningu er þetta alveg afleitt. Og hált í berginu og ekki gáfulegt að vera í Bjargsíki í rigningu. Og við gengum austur í Skoru þar sem hinir knáu fjallamenn voru þegar farnir að síga í bjargið. Þetta er það, Súli, nú situr hér undir einsamall og slakar honum niður. Dugar það alveg? Já, það er ekkert mál að ef maður hefur góða spýtnu svona sem ég hef og það er svo mikið viðnám í brúninni. Vísu er þetta náttúrulega öðruvísi þegar við erum svona með rúllu en einn maður getur setið undir góðar aðstöðu þó að verður 2-3 í bandinu. Það er ekki mál. Brúnin tekur svo mikið úr en aftur þarf fleiri menn til að hífa mann upp úr sígi. Já, það er annar handleggur sko. Það er yfirleitt á aldrei nema einn sem situr undir á Nei, niðurleiðinni. það er einn sem situr undir á niðurleiðinu og í sumum tilfellum niður í bergi að þá eru boltar. Þá bregðum við bandinu þessi sumar núna utan mig bolta og gefum hannig af bolta. Það er til í dæminu. En þetta er alveg pottþétt og örugt. Og þá var engrar undankomu auðið lengur, en það var gott til þess að vita að Haraldur Geir, sonur Súlla, er öllum hnútum kunnugur í bókstaflegri merkingu. Í því sem kallast lítið sig eins og þetta er látið duga að binda kaðalinn annað lærið og heitir það að vera bundinn á öðru. Í meiri háttar sigum eru hins vegar notaðir 2 kaðlar og eru menn þá bundnir á báðum. Þetta hérna? Já, ég strík. Þú kallar þó svo. Já, svo bara fætunar í og labba. Komin! Nú, hér erum við á leið niður Skoruna sem Súli sagði okkur frá áðan og hér fyrir neðan og svo sunnar með klettunum er einhver aflasælustu eggjasvæðin á allri Bjarnarey. Og þetta er ein algengasta aðferðin í rauninni við eggjatökuna. Við sígum hér, já, hér eru 30-40 metrar niður á næstu sillu. Nú og meiri spámenn halda svo áfram af þeirri sillu og niður. En ég held að ég láti mér að minnsta kosti í fyrstu umferð duga silluna hér 30 metrum neðar eða svo.
Ég sagði að meiri spámenn héldu síðan áfram og hér sjáum við eitt slíkan, þaulvanan eyjapeyja sem lætur sig ekki muna að spranga á milli bælana og fikrar sig síðan bandlaus áfram eftir örmjóum syllum. Og þegar búið var að hirða eggin af bælunum sem næst eru sporunni, var haldið í átt að Bjarnarbæli eftir svokallaðri suðurleið utan í eynni og þá dugði ekkert spranglengur, heldur tók við alvöru sig. Jæja, Súli, nú erum við stættir hérna á Bjarnarbæli sem, já, minnst kosti til forna var ykkur fengsalisti staðurinn á allri eyjunni og við erum hérna austan í Bjarnarey. Segðu mig, hvað gerðist með þetta bæli? Það á sér nokkra sögu. Jú, það þetta Bjarnarbæli og að vísu annað bæli vestan í þessari eyju sem heitir Stórabæli. Að á hvoru fyrir sig var í eina tíð 2000 egglægjur og illuhylli að þeirra tíma veiðimáti var snaran og hérna gott að komast að þessu og þá fuglarnir snaraðir ofan snaraðir af egglægjan snörað af bælunum og þannig hreinlega útrýmdi þessu alveg og Stórabæli sem vestan í þar hefur engin fugl komið aftur, það bara fíll. En fyrir yfir 50 árum síðan, ég kom hérna mína fyrstu ferð, þá voru hérna 7 egg. En núna hefur þetta verið aukast undanfarin ár, þannig að það komið á annað 100 stykki, þannig að þetta að byggjast upp. Hvenær lagðist hann af þessi veiðimáti með snöruna? Þetta var veiðimáti með snöru og greflaveiði, netaveiði, þetta var alveg fram að því tíma að háurinn kom og það sem betur fyrir, það löngu fyrir mína tíð. Það hefur verið 1800, ég man ekki 64 kannski. Já. Nú hefur þú uppi svona kenningar það að svartfuglinn hægir sér ekki ósvipað á laxinn, það að segja að hann leitar á sínan til sinna æskuslóða. Já, mér finnst ég hafa alveg séð það og geta sannað í gegnum tíðina að svartfuglinn, lundinn og þessi fuglar þeir fara hver til síns heima og einmitt skýringin á því hvað þetta hefur byggist upp hægt og rólega að það nánast það að það eru afkomendur þeirra fyrstu sem byrjuðu og 7 fyrir 50 árum, nú kannski 107 og hérna frá mun þetta örugglega aukast talsvert ört en því hann svo heimakær að hérna rétt við okkur, allt umkring það þéttsettin bæli að eggin hafi ekki pláss, að verpa rassa. Því sjáum við hérna þegar við erum að fara hérna, þetta alls staðar hrunin egg
þau eru að hrynja allt í kringum okkur, það er bara vegna þess að það er ekki pláss fyrir því á bælinu. Nú hérna virðist vera nokkuð sama hvað maður sér mörg svartfuglsegg saman í hrúgu, maður finnur aldrei tvö eins. Nei, það er alveg pottþétt að það er, þau væri skiptu 100.000 að það er engin tvö eins og en það þekkir hver egglæja sitt egg. En fíllinn þarf þá ekki að hafa sömu aðferðir, það er lengra á milli? Já, hann verpir yfirleitt frekast í grastóm og kekkjum og hann er ekki eins þéttur eins og svartfuglinn, til dæmis á Skerbælinu, það er frægasta bæli sem nú er nýtt hér í Vestmannaeyjum, í Súlnaskeri, það eru á 3.000 egg og þau eru öll á einni breiðu, það er eins og þínað upp úr eldhúsgólfinu heima hjá sinni næstum. En áttu von á því að Bjarnabæli nái sinni fornufrægð og verði hér, já hvað sagðirðu, 2.000 egg eða 2.000 egglæjur? Ég er alveg viss um það, því að það, og menn hafa líka passað sér dálítið betur núna í seinni tíð, og svartfuglinn verpir tvísvar. Þessi egg sem hérna eru núna, við hirðum þau, og það býtar engu því að eftir 21 dag að þá er sami fuglur búinn að verpa aftur. En það hirðum við aldrei. Þannig að við erum ekki að ganga á stofninn þó við tökum þetta. Og ég veit að í Súlnaskeri núna til margra ára þá hefur aldrei verið farið nema í fyrsta varp. Alfarið bannað að fara í annað varp. Það mátti aldrei vísu ef menn stálust þetta og er ég kannski einn af þeim sögur. Ég ekkist því. En það þýðir það að þetta hefur til dæmis varpið í Súlnaskeri hefur stóraukist undir þennan ár. Og það er sem sagt alveg óhætt, setjum svo að menn gerðu nú út viðamikla leiðangra og hreinlega hreinsuðu Bjarnarey eftir fyrsta varp af svartfuglseggjum. Er þá stofnunin engin hætta búin af því? Nei, alfarið ekki. Nú var eggjatökunni lokið austan í Bjarnarey og við fikruðum okkur tilbaka eftir suðurleiðinni. Eins og sjá má er þessi leið ekki annað en örmjótt einstigi og sumstaðar þarf að lesa sig ýmist upp eða niður þverhnípta stalla. Þessi leið væri raunar ófær nema alvönum fjallamönnum ef ekki kæmu til kaðlar og keðjur sem búið er að festa í bergið með stálboltum. Og eftir þessa göngu var komið að því að hífa menn og egg upp þverhnípta skoruna. Þegar eggin eru hífð upp er sett bóma út fyrir brúnina til að forða því að föturnar lemjist utan í bergið.
Heyrðu Palli, hérna þarf ég að segja það frá smá sérstöku atriði. Þú sér hérna dal hérna fyrir framan okkur. Já. Að það skeður, og sennilega hvergi nema hér, að ef það er stíf, mjög stíf austanátt, vestan, ef lundi sem flýgur hérna ofan úr bunkanum og brekkunum, kemur hérna niður fyrir og að brúnni, að þá svo mikið uppstreymi, hann fer upp og niður og rotast. Þetta lundir er ákvæmlega flugharður og harður afsíða, hann þarf mikið högg til þess að hreinlega rotast. Oft falla þær hérna niður og brölta út af, en svo skeður það stundum að hann hreinlega dreifst. Og við höfum náði hérna, þetta er ekki árvist, en það hefur komið fyrir, við höfum týnt hérna yfir 100 lunda á einu bretti. Í brekkunni bara? Akkurat hérna niður í þessu lág, hérna fyrir neðan. Þar kemur uppstreymi og hann slær það niður. Og ég minnist þér sérstaklega þegar ég var lítið pegi hérna í lág hér í Moldankóa. Við vorum 3 peyjar, við vorum það litlir við gátum ekki nota háf, en máttum hafa hver okkar 5 hólunett, sem við lögðum fyrir að lundi fór í hólu, og svo þegar hann fór út að þá flesti hann hérna í netinu. Það var ekki sem ekki spenna með okkar hver myndi skila verstu heim, og við vorum meðlega restir fyrstur á mótnana í Moldankóanum, og meðan var verið að hita upp ketilkaffi, þá vorum við oft að fara hérna fyrir á Bringi eða austur í Hafnarbrekku og reka rolluna í burtu, því þar mig ekki vera í Lundabyggð þegar veiðimaður er. Og við skipti, ég var hlýði við Geirasólva, frænda mína. Ég kem hérna upp á brúna, þá sé ég hérna kviknir í dalnum og ég týndi þarna 38 hugla og þar með var ég orðinn veiðihæsti peyinn yfir sumari. Það var mjög ánægilegt. Og dalurinn tekur auðvitað nafn af þessum einlegu örlögum lundans og heitir Dauðadalur. En nú var komin tími til að síga eftir eggjum í Hvannhillur. Áður en kofinn var reistur í Bjarnarey áttu bjargveiðimenn sér bækistöð og svefstað í Hvannhillum og kölluðu ból. Og þarna sjáum við vísbendingu að knáir kappar hafa verið á ferð árið 1851. Haraldur Geir, nú ert þú eiginlega að taka við af pabba þínum, Súla, sem einhvers konar ræðstiprestur hér í Bjarnarey. Hvenær komstu fyrst hingað út? Ég hef verið 4 ára gamall, ég kom hingað fyrst. Það vil segja 1961 eða svo. Er þetta hérna algengt að það fari svona snemma með krakka í útvegar? Ég held að börn eru að manna sem að stunda þetta eins og við gerum. Þau eru í rauninni alin upp við þetta og koma hingað. Já, þau eru alltaf búin að stíla barskónum þegar við komum eitthvað út. Hvað hefur ykkur að tölu yfir það? Hvað þú hefur komið oft út í Bjarnarey? Ég hef komið hérna á hverju einasta sumrið frá því mann eftir mér. Það er ykkur 100 skipti sem þú hefur? Já, og oft á hverju sumrið. Ég hef verið að flytja hérna á milli og alls konar snætti í kringu þetta sem fylgir þessu. Stundið þetta hérna, ungumennirnir í þessu, stundið þetta með einhverjum öðrum hætti heldur en þeir gömlu gerðu, bæði þá eggjatöku og lundaveiðina og annað? Já, með eggjatökuna er það kannski, það eru talstöður komin til sögunar og það léttir þetta mikið. Það þurfti menn hérna í gamla daga til að bera á milli. Þetta fækkar mannskapnum, en í sjálfu sér eru aðferðirnar ekkert öðruvísi nema þeir í gamla daga notuðu þeir enga fötur. Hérna notum við fötur sem við drögum með okkur niður og þannig við getum týnt í þær, þannig að það léttir okkur og ekki eins mikið hætt að við brjótum ekki. Eru menn glannalegir í þessu meðan þeir eru ungir, heldur en svona þeir bara eldast og fá meiri reynslu? Já, fyrir mig allavega þá svona þegar maður var laus og liður og það var ekki ábyrgð fyrir eiginlega neinum sjálfur sér þá þegar maður fer að hugsa það seinna eftir á þegar maður er orðinn eldri þá var maður átt að gera tóma vitleysu. En það er alltaf reyndur með í ferðinni og maður lærir þetta og svona.
Hérna nú ganga svona ýmsar sögur af svona hetjusögur af köldum köllum þeir hafi farið hluti sem aðrir hafi ekki þorað og annað slíkt. Reyna menn svona þegar þeir eru ungir að gera betur eða gera meira og fara erfiðari hluti heldur en þeir eldri gerðu? Hérna í gamla daga voru ákveðnar ferðir sem sagt ef að menn gátu farið ákveðnar uppgöngur að þá voru taldir liðtækir í fjallamennsku og það eru ákveðnar ferðir hér sem að miðuð við þetta. Maður hefur verið að prófa þetta og svona en í sjálfu sér er þetta tómt della að vera að reyna þetta. En það má ekkert út að bera til að illa fari. Hefur aldrei verið hræddur? Jú, ég hef oft verið skíthræddur. Það held ég að allir verið sem að stunda þetta. En þetta er svona, þegar maður er að byrja að koma hérna fyrst á vorin, þá er maður svona frekar óöruggur, svo þegar maður er búinn að vera í nokkra daga í þessu, þá er maður farin að hlaupa þetta svona, eða finnur ekkert fyrir hræðslu, sko. Gætirðu hérna hugsaði lífið og tilverun á þess að fara nokkuð tíma út í bennari? Ég held ekki, sko. Það eru sterkar taugar í manni að koma hérna út á hverju sumri, sko. Og hér er algeng sjón í fuglabjörgum, svartfuglinn fælist af einhverjum ástæðum og sópar með sér eggjum fram af bælunum. Nú tókum við það til bragðs að festa kvikmyndatökuvél við einn sigmanninn til að fá einhverja hugmynd það hvernig fuglabjargið lítur út frá hans sjónarhorni. Erfiðum degi var nú lokið og haldið heim í kofa með kaðla og feng sem var hátt á annað 1000 egg. Já, allt glæð nýtt sko. Jæja. Það er nú bara ekki fágir hérna. Sæti smá stund og taka upp svona létt hjal. Já, meðan verið að hella upp á. Fylla kaffið og sjá vegginn og að njóta fjörunar og allt það. Segðu mér, hvað, nú eru liðin, ég með svolítið 50 ár frá því þú komst líka fyrst, eða hvað? Já, það er sennilega alveg 60 ár síðan. Þá hefur enga töl á því
hvað þetta orðið mörg skiptin? Nei, það á hverju ári mjög mörg skipti. En hvað eftir alla þessa eggjatöku okkar hvað hefur nú breyst, eða hefur eitthvað breyst varðandi þessar aðferðir sem notaðar eru við eggjatökuna frá því að þú byrjaðir fyrir 60 árum? Jú, það hefur heilmikið breyst, sko, þetta var alveg lífspuðsmál og fastur liður hjá bændunum sem áttu hluta máli að nýta þetta allt til þrautar alveg, og þá til dæmis þá voru aldrei tekið pilsegg því að fíllinn þegar hann var orðinn að flugfíl eða unga, þá var það meiri matur en eggin, það var dauðasynd að taka þá pilsegg. En svartfuglseggin hafa alla tíð verið tekin. En nú þetta ekki bara tómt puð, Súli, nú heyrir maður einhverja skemmtilega sögur af því sem gerist út í eyju, meðal annars heyrir maður miklar eigum að kalla það ígjusögur veiðiafrek. Kanntu að segja mér einhverja slíkar? Já, það skeður ýmislegt, það bæði satt og logið af þessu. En það kemur stundum fyrir að menn fá 2, kannski 3 lunda í háinn, en einhver hefur komist upp í það að ná í 5. Það skeiði þannig að ég sá það nú ekki, en hann sagði frá. Ónefndur maður, gagnmerkur, samsamaður, fekk 3 í netið, rotaði einn á skaftinu og hann var númer 4 og steig svo á það 5. En hvað nú er þetta kannski fyrst og fremst svona, hvað ég var að kalla það, svona karlmannlegt sport eða karlmannleg íþrótt að vera Stundum eru nú konur úti líka? Og já, þær hafa verið gegnum tíðina og þær hafa við höfum fengið okkar eigin konur og kannski í gistingu úti. Allavega hefur Víakona mín, hún hefur gist hjá mér oft í Bjarnarey og átt góða daga. Við höfum líka verið saman og gist sem gestir, og ég sem veiðimaður stöður í Álfsey á sínum tíma, og krakkarnir hafa verið og sofið hér, og margir hafa fengið sína kvinnur út í afslöppun og dýrðina hreinlega. Er það rétt sem ég hef einhvern tímann heyrt að menn verið óskaplega náttúrumiklir af því af þessu úteyja lífi og mörg börn ykkar úteyja manna hafi komið undir hér? Ég veit það nú ekki, allavega hef ég afsakað krakkana mína með því við konuna þegar hún var á seinna árið og henni hefur fundið snóum að þau var að flækjast þetta eftir karli pappa sínum og kannski barnabörnina, að þetta var ekkert að sakast, þetta væri kannski orðið til. Allavega eigum við ástarhellir í Bjarnarey. Já, þú og kona þín? Já, og fleiri kannski. Nú talað þetta, Súli, að og ég hef heyrt ykkur tala það að það sé einhver annars hér í eynni heldur en bara þið. Menn sjá hér jafnvel ljós. Þegar enginn á að vera í eynni þá sjá menn ljós í skúrnum. Kanntu að segja mér eitthvað frá þessu? Jú, ég hef sjálfur séð það og keyrt verið á bát komið í Faxasund og í margra votta viðrist, oftar en einu sinni, sáum við skært ljós í norðurglugganum í eldhúsinu. Og það var enginn í eyjunni, það við fórum svo síðar út og það var enginn ummerki. Og ég hef oft gist þessa eyju einn. Ég hef aldrei orðið varfið neitt en fundið eitthvað í kringum mig og það er alltaf verið góða. Þó ég hafi verið einn, þá hef ég samt sem áður ekki verið einn. Það er eitthvað sem... Nú þetta hættuleg íþrótt, að minnst kosti eggjatakan er það sem hér í eyjunni, haldið að það haldi verndarhendi yfir ykkur Já, ég myndi segja það að er kannski ekki sanngjarnt að maður skuli sitja hér eftir allar þær kannski glæfraferðir sem að fari vítt og breytt niður berg og hingað og þangað. Það er eitthvað sem ég hef trú á því allavega. Sá frægi maður Hannes Lóðs hefur komið eitthvað við sögu hér í Bjarnarey. Jú, hann var ungur maður og þá við netaveiðar, það var fyrir tíma hafsins og hann var einmitt við brún að slá yfir lunda og
rasaði, festist í netinu og hann vissi aldrei sjálfur hvernig hann komst upp fyrir brúnin en allavega komst hann en hann bar þess aldrei bætur því hann var alltaf svolítið skjálfandi eftir alla sína tíð. Önnur sögupersóna héðan kemur upp í hugan, Jón Dingur. Jú, þá það var nú alvöru rapp sko því að hann hafði sitið hérna við brún og að nýta skóþveng og því að þá voru menn alfarið í skinnskóm í fjallamennsku og svo slitnaði þvengurinn og hann tók bakföll og aftur fyrir sig og sannlega gripið undir tespætunar og dundraði niður og beitt í sjó og þar var viðlugubátur undir, voru í eggjum. Þeir tósuðu hann upp og hann sagði ekkert um að bara kom ekki Dingur drengir, sagði hann. Það fengið svo í nefið eitthvað þar. Já, Súli, nú þetta ekki allt saman spaug og spé hérna og krossin hérna norðar á inni ber kannski vitni að hér hafi eitthvað. Það var nokkur á stað. Hérna hafa skeð röp og kó sem betur fyrr, ekki nema 2. En þau hafa bæði skeð í minni tíð. Það nú það merkilega við það að þetta voru nú báðir mjög snjallir fjallamenn og Sigurgeir Sálu Jónsson, frændi minn og móðurbróður uppalandi, einhver þá frægasti fjallamaður sem hér hefur verið og þá hinn sami sem kleif Almannagjá 1930. Þeir sátu bara hérna í brekku fyrir neðan kofan og voru ekki í neinu klifri. Hann ánast fékk einhver staðsögu eitthvað kom fyrir þannig að hann hrapaði hérna niður í hnútaskúru. Varst þú hérna þá í inni eða? Nei, ég ætlaði akkurat að koma deginum og eftir. Það var eitthvað eftir að lendi þegar aðrir komnir að byrja eggjatökuna þennan sama dag. Það var uppsýndag 1935. En seinna slysið, Súli, hvenær gerðist það svo? Jú, við vorum hérna 5 félagar í svartugla eggjatöku. Það skeði í 4. júní 1959. Bjarni Ólafur Björnsson, mjög sprækur og lífur fjallamaður. Hann skrapp upp úr skórunni. Við vorum komnir þar með eggin úr Austurvegi og hann ætlaði að fara að ná í meiri ílát. Við vorum ílátalíklir og allt voru fullt og hann las sig upp skórubandið og við vorum þar nokkra metra frá honum 2 og svo heyrði maður bara ding og ekkert hljóð og sáum það ekki, kannski sem betur fyrr. En hann var allur og það var greinlegt að hann fór í sjó og fannst aldrei. Nú var orðið kalt úti og við fórum í kofa þar sem beið heitt kaffi og nýjorpinn svartfuglsegg. En Súli, þrátt fyrir þessa dapurlegu atburði sem við töluðum áðan og allt þetta raunverulega puð sem þetta að standa í þessu öllu, þér hefur aldrei dottið í huga að hreinlega hætta þessu? Jú, ég var raunast uppgefinn eftir að slysið þegar Bjarni Sálu hrapaði hérna austur í Skoru sem að þér nú búin að pröfa sjálfur að fara upp og niður. Þá var minningin að skrifa þetta. En ég vildi pröfa sjálfa mig og fór hérna í Salíbunu, hérna, vestan í Bjarnari og bjóst í því að byggjum að hífa mig upp og þar með búið spilin. Ég pantaði nú að fá að fara niður aftur, kom með fullan barm og hef haldið þessu árum síðan. En það öryggi hefur aukist heilmikið. Við höfum tekið upp ýmsa tækni í þessum bransa og reynt að útiloka hættunar. Þetta var í gamla daga prófsteinn á fjallamann að lesa svo upp úr Skoru til dæmis og margt annað en
það er engin prófstitt og öryggið er fyrir öllu vera maður sem er bundinn í band, þeir eru búin að pröfa þetta og finna þetta sjálfur, að hann getur ekkert farið. Maður á aldrei að taka neina sénsa í þessum búr. Er einhver sem passar þig? Það er engin spurning, það er alveg ljóst. Þannig hvort er að sá gamli vill mig ekki, alveg strax, hann hefur ekki pláss fyrir mig, eða þá að ég góða býður eftir því ég ger einhverja betri hluti heldur ég gert í gegnum lífið og þá fer ég þá leiðina. En gegnum tíðina að þá hefur það verið númer 1. Ég hef átt góða félaga í þessum útvíðabransa og þessi Bjarnaríja selskapur hefur verið yfirleitt dásanlegur og þessi menn sem hafa verið með mér hérna hefur kvikmyndað og séð í dag og eru hérna með okkur að þetta er tilveran og bæta einu við að fyrir alla menn sem eru eins og þið menn eru alltaf að vinna og í stressi og mögulegu. Ég hef reynt að slappa af heima, ekki geta það. Því að ég tek mig frí, en ég veit upp mjög skömmina. Ég á að vera að gera einhverja hluti, gera ykkur glugga eða eitthvað hefur úrskeiðis. En sérstu komin út í Bjarnarey, engin sendiferð, engin sími, ekkert nema náttúran, tilveran, fuglarnir, eggjateikjan og svo ljúft líf í kofanum að sjálfsögðu, góðu mat og tilveran. Jú, við lifum í Bjarnareyju, lítill lundi en minnum eyju, það er dárið sem andar hressir, við vonum bara að bráðum hvessi. Lalli lemur á hverju leiti, veiði kippu ég höndur heiti, það er prestur að ofan leiti, hann vantar hunda að legg í bleiti. Kvöld var orðið að nóttu og við kvöldum þessa ævintýra eyju og þessa ævintýra menn.